Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Sportþátturinn Mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Jú, mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við erum komin í samband við Bandaríkin. Það er Hrafnhildur Lúthersdóttir sundkona sem heldur sig þar. Komdu blessuð og sæl. Hæ. Hvernig hefur það í Bandaríkjunum? Bara mjög fínt. Það er reyndar að byrja að kólna hérna svolítið, þannig að þetta svona byrja að líka aðeins Íslandi þó að það sé kannski ekki snjór, en við erum svona byrja að pakka eins á okkur úlpunum og svona. Já. Þannig að það er að verða svona svolítið heimilislegt þarna hjá þér. Já, svolítið. Fyrir þá hlustundur sem ekki vita hvar þú ert staðsett í Bandaríkjunum, hvar heldurðu mannin? Ég er í Gainesville, Florida, sem er 2 tímum norðan við Orlando. Já, þannig að venjulega ertu eiginlega í sólinni þarna úti. Já. Já. Og hvað er heitt hjá þér núna? Það er svona 20 gráði hiti núna, en það var svo sem 30 gráði stig hiti í morgun, þannig það var alveg frekar kalt að fara á skúternum í morgun á æfingu, en já, það er svona hittnar yfir daginn. Já, nákvæmlega. En ástæða fyrir rindi, það er náttúrulega þú komst hérna við á Íslandi á dögunum og já, þú gerðir þér ekki lítið fyrir í þáferð, hvað, 10-faldur Íslandsmeistari og 7 met? Já, það var heldur betur skemmtileg ferð. Ég kom bara fyrir helgina, bara í smá stutta helgarferð og lenti á 50-dagsmorgninum, tók eina stutta æfingu þann dag og svo var það bara að keppa á Íslandsmeistaramótinu, föstudag, laugardag, sunnudag og svo var ég farin aftur á mánudeginum. Og já, ferð heim náttúrulega með ansi mikið metaregn með þér? Já, þetta var bara mjög skemmtilegt og ég bjóst alls ekki við þessu af því að ég náttúrulega er og var bara í miðjum æfingum, alveg ströngum æfingum allan tíman og þannig ég var náttúrulega bara að koma heim til þess að svona láta vita af mér og bara svona hitta vinina og bara svona hafa gaman í rauninni og svo bara kom þetta bara, heldur betur óvart og það var mjög gaman. Varstu búin að setja þér einhverju stefnu að ná svona miklu metarhinnu eða var þetta bara óvænt? Já, eins og ég segi, þá var ég bara í miðjum æfingum þannig að þetta kom algjörlega óvart og annars alltaf þegar maður stingur sér í laugina þá reynir maður alltaf sem besta og bara hafa gaman að því en þannig að þetta bara kom miklu betur út en ég hélt, þannig ég er bara mjög ánægð með þetta. Já, náttúrulega. Og já, þú ert náttúrulega núna búin að ná lágmörkunum fyrir EM í 25 metra laug í Ísrael, þannig að myndu keppa þar eða? Nei, ég get því miður ekki farið af því að ég er akkurat að útskrifast úr háskólanum þá, þannig ég held mig bara úti í Bandaríkjunum og æfi og svo útskrifast ég, en ég fer þá í staðinn á svona mótið sem heitir Duel in the Pool sem er Evrópa á móti Ameríku, svona bestir úr Evrópu og best á móti bestum úr Ameríku sem verður í Bandaríkjunum aðra helgina í desember. Já, þannig að það er hressileg keppni þar á milli eða ekki? Jú, algjörlega, það er Bandaríkin eru reyndar búin að vinna núna seinustu 3 eða 4 skiptin. Það var reyndar mjög spennandi seinast, þá var að þurfti að jafna þetta með seinasta svona boðsundi til að sjá hver myndi vinna og þá unnu Bandaríkin, þannig að þetta var bara svona alveg upp á síðasta stigi þannig það er aldrei að vita hvað gerist núna. Ég held að við séum Evrópa er alveg með sterkt lið í ár, þannig maður veit aldrei hvað gerist. En það er kannski ekki allir hlustundur sem vita það að það er nú ekki auðveldasta verkefni í heimi að verða góður í sundi því að það eru ófáar æfingarnar sem þið þurfa að taka. Já, þetta er alveg þvílíkt maður þarf að vera mjög það er mikil metnaður að vera í sundi maður þarf að vera tilbúin að leggja mikið á sig. Það er sem sagt alveg 2 æfingar á dag næstu hverjum degi og lyftingar í hverju viku, 3 í viku. Svo það gerir maður líka aukaæfingar sem eru svona magaæfingar og hlaupa og eitthvað svoleiðis
og þannig það í rauninni engin hvíld nema á sunnudögum það maður svona smá til að jafna sig en annars þetta alveg mjög mikið sem fyrir í þetta en náttúrulega maður verður að hafa gaman að þessu annars getur maður ekkert verið í þessu sko. Hvenær byrjaði þú að æfa sund? Ég byrjaði frekar seint svona með að við kannski marga aðra ég var svona 9-10 ára þegar ég svona fór alveg í sundið ég svona eiginlega fór út í allar aðra íþróttagreinar áður en ég fór út í sundið ég reyndi allt og var ekkert góð í því þannig ég bara ekkert hætti en svo fann ég sundið og mér leið alltaf vel í því ég man alltaf að mamma sagði mér alltaf sögur af mér að ég hendi mér alltaf út í einhverju gosbrunni og hendi mér alltaf bara út í einhverju laug bara án þess að kunna synda og þannig ég var greinilega alltaf eitthvað í vatni en bara einhvern veginn byrjaði aldrei að synda fyrir en ég var svona 9-10 ára og það nú mikið ofta mótum að velja úr hérna á Íslandi hvað myndirðu segja að hafi verið svona uppáhaldsmótin þegar þú varst yngri að keppa á? Já, þegar ég var yngri þá var alltaf best að fara á AMI sem aldursflokka meistaramót Íslands það var alltaf rosalega skemmtilegt af því að maður var með öllum vinum sínum náttúrulega og fór til Akureyrar og allir gistu saman í svona litlum skóla og keppti á hverjum degi og maður fór alltaf í svona stramt nammibindindi alveg mánuð fyrir og svo seinasta kvöldinu þegar var svona lokahófi og var að tilkynna hverju unnu og allt svoleiðis þá fékk maður risastóra nammipoka og bara fór í algjört sykursjokk og það var alltaf rosalega gaman. Já, þannig að það hefur verið strax mikið lægi á ykkur í nammibindindi, það nú ekkert auðvelt fyrir krakka. Nei, alls ekki sko, en við einhvern veginn gerðum þetta bara alltaf, við bara gerðum einhvern veginn svona pakk bara þar sem við bara sögðum að við ætluðum ekki að gera þetta og ætluðum bara að borða nammi á seinasta kvöldinu og það einhvern veginn gekk alltaf upp. En hvernig svona þjálfunin þarna úti? Nú ertu það ekki að æfa fullu sund þarna úti í Bandaríkjunum. Hvernig þjálfunin mikið öðruvísi þarna og aðstæðan heldur en hérna á Íslandi? Já, þetta frekar öðruvísi sko. Ég var alltaf vön því þegar ég æfði heima hjá honum Klaus í Sundfélagi Hafnarfjarðar þá var ég alltaf meira í svona ég æfði svo sem alveg vel en ég æfði alltaf meira svona tækni og æfði svona 5-6 kilometra kannski í mesta lagi og en svo þegar ég kem hingað út þá við meira upp í alveg 6-7 jafnvel 8 kilometra á hverju æfingu og það meira svona upp á þol og að svona líkjast keppnum sem sagt maður að gera svona mikið svona hvað segir maður, race pace eða þannig, svona eins og maður að vera í keppni og þannig þetta svona allt öðruvísi áherslur þannig séð, en ég mjög heppin að ég hafi fengið þessa miklu tækni æfingar hjá honum Klaus áður en ég kom hingað út af því þá gæti ég bara haldið tækninni rosalega vel sko á meðan ég var að synda síðan þess að rosalega erfiðu æfingar því maður tekur eftir að það eru kannski margir hérna úti sem eru ennþá að reyna að vinna í tækninni á meðan þeir eru að gera svona eitthvað erfitt það rosalega erfitt að gera það bæði svona sama tíma þannig, já, ég held að þetta hafi bara virkað rosalega vel hjá mér að svona samblandana af þessu báðu. Já, náttúrulega. Og já, þú segir 6-7 kilometra og 7,7-8 kilometra, þetta óeðlilegt. Já, þetta frekar, maður, síðan náttúrulega þegar maður fer út í jólaæfingarna sem alltaf svona Christmas special, Christmas Hell Week eða eitthvað svoleiðis sem þetta heitir sko, það voru alveg 10 kilometrar á æfingu og maður alveg að gera 20 kilometrar á dag stundum og það alltaf svona 100 kilometrar eftir einhverja 2 vikur eða eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki, þetta alveg bara svona, já, maður á að reyna að gera eins mikið og maður getur bara á þessum dögum sem maður ekki í skólanum lengur og eitthvað svona, þannig þá maður nýta tímann til að gera eins mikið og maður getur og það var alveg rosa mikið álag. En núna hérna á Íslandi, hvernig líst þér svona á, því að nú alveg fullt af etnilegu fólki hérna á Íslandi og já, þú og Eygló búin að tryggja ykkur til Ríó? Já. Og ekki komið svolítið spenna hjá ykkur fyrir það? Jú, algjörlega, það við erum alveg rosalega spenntar að fara og viljum einmitt bara að þetta hvetji bara þessi yngra sinnfólki til þess að
sýna það að Ísland, þó að við séum svona lítið land, þá getur hver sem komist á þessi stórmót. Það ekkert eitthvað minna þó að við séum minna land. Þá eins og við vorum alltaf að tala það líka þegar við vorum á HM og stóðum okkur svona rosalega vel og komumst í úrslit og allt svona, og þá vorum við bara að hugsa það hvað þetta væri frábært að sýna þessum yngri kynslóðinni að þetta geta allir. Bara ef maður setur nógu mikið metnað í það og bara æfingar og sofa vel og borða vel og bara hafa gaman af þessu, þá getur þetta hver sem bara ef þú vilt það nógu mikið. Nákvæmlega. Og við litla Ísland, við erum alltaf að afreka meir og meir. Já, þetta er rosalega gaman að sjá hvað bara íþróttalífið á Íslandi einmitt bara að standa sig svo frábærlega, og ég alltaf svo stolt þegar ég heyri alltaf af einhverju á Íslandi og hvað Ísland að gera, og ég alltaf að fylgjast með því, og það rosalega gaman. Og já, svo náttúrulega líka í íþróttum fatlara, þau eru alltaf að gera það gott þar. Já, það algjörlega frábært, sko. Hún, Kristín, hún bara alveg að standa sig frábærlega, og hún náttúrulega, sko, systir hans Braga sem kærasti bestu vinkonum minnar Snjólaug. Þannig ég náttúrulega svona eiginlega inn í þessu alveg, og það bara, sko, alveg frábært að sjá hvað hún að gera vel og góða hluti, og bara, þú veist, og bara allir í rauninni, og þetta svo frábært að sjá. Og ég vil bara að þetta sýni einmitt áfram bara hvað við getum öll gert allt sem við viljum ef við bara leggjum hugan að því og bara setjum okkur markmið. Nákvæmlega. Hrafnhildur, svona rétt í lokin áður en ég slepp þér, þú ert náttúrulega þarna úti að æfa alveg ótrúlega magni eins og þú komst inn á áðan. Hvernig, þetta það ekki krefst mikillar skipulagningar að ná líka það ekki að sinna skólunum fleira með þessu öllu? Jú, þetta frekar erfitt að skipulegja þetta allt saman, þannig að maður nái að gera allt sem maður vill gera og líka fá frítíma til að hanga með vinunum og gera eitthvað svona, en maður verður einmitt að kannski að fórna hinn og þessu, en það endar á að jafnast út af því að maður fær svo mörg önnur frábær tækifæri, maður fær að ferðast og kynnist svo mikið af frábæru fólki og já, maður verður bara að vera mjög skipulagður og já, maður læri það bara í sundinu og það mjög gott sem að reynist manni alveg lengra í lífsleiðinni. Okay. Hrafnhildur, þú þessi stóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, við munum að sjálfsögðu heyrast einhvern tíma seinna í vetur þegar sólin kannski hjá þér og snjór hjá mér. Já, takk æðislega fyrir mig. Já, takk sömuleiðis og gangi þið vel. Takk fyrir. Bye. Já, Hrafnhildur Lúthersdóttir, þvílík afrekskona þarna á ferð og já, þetta náttúrulega lygilegur árangur sem hún alltaf að gera. En við ætlum að fara aðeins úr sundinu núna yfir í MMA. Nú helgina eignuðust við 2 Evrópumeistara í MMA og en keppnin fór fram núna í Birmingham helgina. 180 keppendur tóku þátt og já, það var Bjarki og Sunneva sem að urðu meistarar og svo eftir upp á 10 þá ætla ég að vera hérna með smá enska boltaspjall. Við ætlum að heyra í Leicester aðdáanda. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir Sportþátturinn mánudagskvöld.